Það orðin árlega hefð að halda bleikan dag í október en mánuðurinn á að vera vitundarvakning fyrir konur í baráttunni gegn krabbameinum. Bleiki dagur, þetta stór dagur á hverju ári og ekki síst hjá ykkur í Krabbameinsfélaginu. Jú, þetta eru svona helstu fjáröflunar mánuðinir hjá Krabbameinsfélaginu og eins og alltaf bleika slaufan og svo erum við náttúrulega aðildafélag hjá Krabbameinsfélagi Íslands og við reynum að halda daginn hátíðlega eins og við ætlum að gerum í dag og bjóða öllum konum upp á heilsufallsmælingu og huga náttúrulega að sinna eftirlitinu og mæti skimanir þegar á að mæta. Þannig að já, og við náttúrulega þetta bara vitundavakning fyrir krabbameinum hjá konum þessi mánuðir. Og við erum mætt hérna niður í heilsugæslu stöð og það bara góð mæting það sem af Það bara frábær mæting. Við áttum eiginlega ekkert að vona á svona mætingu, það búið að vera stanslaus erill. Bólinu okkur alveg fljúa út sem við erum að gefa bleika bóli og hérna, já, þetta bara frábær dagur. Ásdís, þú ert að starfa að lýðheilsumálum hjá Reykjanesbæ. Hvernig komið þið að þessu? Við rauninum bara vekja einmitt athygli á þessu, á heilsu kvenna og mikilvæg þessu bara konur bara huga að sínu heilsufari sem náttúrulega bara í gegnum bara lífstíl og hérna til þess að draga það úr áhættuþáttum fyrir krabbamein. Þannig að svona vekja athygli á því bara mjög mikilvægt í þessu. Þið hafið verið að vekja athygli á lýðheilsumálum í bæjarfélaginu undanfarin, ár. Þannig að þetta náttúrulega smellur eiginlega beint þar inn. Algjörlega. Og bara gaman líka að taka þátt í þessu saman, að efla okkur svona saman í verkefni sem þessu, að skipti máli, að vekja athygli á þessu fyrir konur á svæðinu. Þú hefur nú verið dugleg sjálf gegnum árin að hvetja fólk og ekki síst kvenfólk að hreyfa sig og huga að heilsun og svona. Hvernig gengur það svona almennt? Svona heilt yfir bara vel. Ég held að við séum alveg ágætlega meðvitaðar sem konur en auðvitað má alltaf betur bæta og það er það sem við erum að reyna að gera og sérstaklega eins og okkar svæði að ná til sig flestra kvenna og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að huga okkur einasta degi. Já, það er nefnilega einmitt með bleika mánuð sem við vekja athygli á því. Konur á Suðurnesjum sem eru hlutfallslega minnsta mæting í skimanir. Þetta er eitthvað sem við þurfum að breyta af því við erum á svæði þar sem er mikið af krabbameinsgreiningum, mikið af nýgrindum. Þannig að það er bara endilega, ef þið fáið boð, þá mæti skimun. Ég vil leggja áherslu á það er í boði hér ljósmæður sjá leghálsskimanir. Það er hægt að bóka tíma hérna hjá okkur. Þannig bara endilega bóka tíma. Hvernig stendur á því að það er minni mæting hérna eins og hún Sirrý að segja? Ég held að það bara mjög erfitt að svara því hvers vegna þess að það stöðugt verið að fræða og að leggja áherslu á mikilvægi og við bara höfum ekki svör við því af hverju. Nei, en við erum alltaf að reyna að nálgast þennan hóp, hvetja til þess að mæta. Og hér í dag er boðið upp á margvíslegt. Hvað er það helsta sem þið eruð að gera? Sko, það er náttúrulega mjög gaman að kynna líka hvað við erum að gera hérna. Við höfum með tvær nýjar deildir, heilsuvernd, aldraðra og heilsuvernd lífstíl. Svo náttúrulega erum við lengi búin að vera með sykursýkismóttökuna og svo náttúrulega hjúkrunarmóttökan. Þannig að líka dagurinn notaður til þess að kynna starfsemina sem við erum að sinna hérna. Og svo í dag erum við að bjóða þá bara blóðþrýsting, blóðsykur og öndunarmælingar og heyrnarpróf. Við ákveðum að bjóða þetta fernt núna í dag. Og já, eins og þessu, það er mjög góð mæting, það er ánægjulegt náttúrulega. Það er mjög ánægjulegt. Við til dæmis vorum í Hljómahöll hérna með inflúensu og COVID-bólusetningu og þá buðum við upp á blóðþrýstingsmælingu og það var rosalega góð þátttaka og þá vorum við einmitt að greina fólk með of háan blóðþrýsting sem við sendum áfram, þannig að svona forvörn er mjög mikilvæg í þessu. Þannig að konur sem að koma inn í þetta, reyndar einhverjir kalla líka, þannig að þeir fara hér inn á það sem þú varst að nefna í einhverju greiningu og geta jafnvel lent í því að vera að vísa jafnvel inn á bráðadeild í framhaldinu eða? Já, það gæti alveg gerst, já, ef það er eitthvað mjög óeðlilegt. Og hefur það gerst? Þið voru eitthvað að lauma því að mér í dag? Já, það er nú búin að gerast. Við greinum alltaf einhvern sem að þarfnast, frekari aðstofar. Lýðheilsudeildin í Reykjanesbæ með eitthvað skilaboð til kvenna svona í lokin? Ég myndi segja að það er bara aldrei of seint að byrja og þetta snýst að fyrirbyggja og koma í veg fyrir sjúkdóma og í þessu tilfelli krabbamein kvenna, þannig að við viljum auðvitað bara hvetja konur til þess að huga að sínu heilsufari á hverjum einasta degi. Og Sirrý? Bara mæta í skimun, þegar þið fáið boðsbréf þá bara mæta, panta tíma.